Það mikið að gera bara almennt í raun og veru. Það búið að vera mikið álag á deildinni og á spítalanum allt þetta ár og það hefur svona verið stigvaxandi núna þessa vetrarmánuði. Nú hefðbundnir árvissir gestir farin að láta á sig kræla sem hafa leitt til lokan á deildum og svona, þannig að niðurgangspestir eru byrjaðar og eru þá að dreifast þjóðfélagið. Mikilvægustu hlutin til að gera þar að fólk þarf að passa að þvo sér hendurnar og þetta einföldu hlutirnir, elda matinn sinn vel og ef þau eru búin að vera með niðurgangspest þá á fólk ekki að fara í vinnuna. Það náttúrulega bara dreifir þá smitinu þannig. Það nokkuð fyrirsjáanlegt hvernig álagið það yfirleitt tiltölulega rólegt aðfangadag. Þá náttúrulega vilja allir vera heima og það þarf að vera eitthvað mjög mikið til að fólk komi á bráðamóttöku, þannig að þeir fáu sem koma, þeir koma eiginlega allir með sjúkrabíl. Síðan á jóladag og annan í jólum að þá fer svona álagið stigvaxandi. Það fara fleira að koma inn með hefðbundin vandamál. Það var nú alltaf að tala hvort að fólk rengi meir í hjartabilanum og svona út af saltamatnum. Ég held að það sé ekki eins áberandi núna eins og það var. Maturinn betri og kannski ekki alveg saltur og fólk passa sig sennilega. Fólk sem með gallsteina og borða mjög feitan mat og það líklegri til að fá verki í kviðinn og koma til okkar út af því, þannig að við greinum þó nokkra með áður óþekkta gallsteina yfir jóla og áramót. Ég myndi hvetja fólk til þess að kaupa sér mannbrodda. Það hefði getað varnað mjög mörgum beinbrotum sem við verðum að sjá hérna á bráðamóttökunni og kannski ekki síst á fólk að fara og láta bólusetja sig gegn flensunni. Hún núna handa við hornið og við vitum vel að flensan skæður gestur á hverju einasta ári. Almenningur kannski leggur ekki þann skilning í það að maður verði mjög veikur af flensunni, að þá þetta mjög algeng innlagnar á spítalan og fólk verður mjög veikt og ungt og hraust fólk það verður alveg veikt heima í heila viku og yfirleitt þeir sem lenda í því í ár þeir láta allir bólusetja sig á næsta ári. Leið og skaupið búið þá fer róðurinn að þyngjast, þá yfirleitt fara flugeldaslysin að koma inn. Þau byrja að komast inn bara í kringum miðnætti. Sem betur fer þá öryggisbúnaður miklu betri núna eða fólk passa sig. Það með öryggisgleraugun, þannig að þessir alvarlegu augnáverkar sem við vorum að sjá, tengt tívolíbombunum í gamla daga þar sem fólk var að sprengja á sér hendina, að sem betur fer það miklu minna. En það alltaf einn og einn alvarlegur áverki á hverju einasta ári. Þannig ég hvet fólk bara til þess að nota hlífðargleraugu og fara varlega í kringum flugeldana. Það heilmikil orka í þessu og púður og getur valdið slæmum áverkum. Það mjög gaman að sjá hvað starfsfólkið stendur vel saman og brettir upp ermarnar þegar að álagið orðið svona mikið. Þannig við verið mikið fjallað þetta á Alþingi og í fjölmiðlum og svona oft dregin upp frekar dökk mynd af ástandinu en á hverjum einasta degi sem ég vinn hérna með starfsfólkinu á bráðamóttökunni þá fyllist maður bara stolti yfir hvað fólk duglegt og vinnur vel saman og sköllum gleðilegra jóla.